Komið í blessu og sæl og verið velkomin með okkur í Hvíta máva. Gestur þáttarins að þessu sinni ungur maður sem kennari. Hann hálfgerður uppfinningamaður í kennslunni. Hann líka rithöfundur, hefur skrifað merkilega bækur sem við ætlum að fjalla hér á eftir. Hann heitir Brynjar Karl Óttarsson og hann sest í stólinn hérna eftir augnablik. Brynjar Karl, velkomin. Takk. Brynjar Karl, hvaðan koma þau nöfn? Herðu, það frænka mín heitinn sem hét Bryndís Karlsdóttir. Já. Þaðan kemur það. Það sótt þangað. Það sótt þangað, já. Góð kona hefur það væntanlega verið? Góð kona hefur það verið? Afskaplega góð kona, já. Ég kynnti þið sem bæði kennara og rithöfund, eigum við að byrja á kennaranum? Já. Hvar ertu að kenna? Herru, ég að kenna við Giljaskóla hér á Akureyri og hef verið að kenna þar frá því að Nýlegur skóli? Ha? Ekki nýlegur skóli? Jú, tiltölulega nýlegur sko. Og hef kennt þar frá því að ég útskrifaðist 2001 og svo ég reyndar líka að kenna í menntaskólanum. Nú? Þannig að ég svona í hálfri stöðu það bil á hvorum stað núna í vetur. Í grunnskóla? Já. Og svo upp í framhaldsskóla? Já. Já. Og hvað kennur? Ég var að byrja á grunnskólanum. Hvað þetta að kenna það? Ég hef mest verið að kenna íslensku og samfélagsgreinar á unglingastigi og ég að kenna íslensku núna í 8. bekk í Giljaskóla og svo ég að kenna áfanga sem heitir menningarlæsi í menntaskólanum sem margir þekkja hann undir nafninu Íslands áfangin. Þetta nú tiltölulega nýr áfangi þar sem voru samþættar greinar og íslenska þar í aðalhlutverki. Já, er hún hjartfólgin, íslenskan? Já, hún orðin það. Hún var það ekkert sérstaklega á mínum yngri árum. Hún var heldur ekkert voðalega skemmtilega að læra hann oft. Nei, jæja, ég læt það nú vera. Það fór svolítið eftir kennurum, sko. Það fer dálítið mikið eftir því. Já. Hver að kenna. En hérna, já, í dag hún mér hjartans mál. Já. Já. Hvernig, en verða menn ekki samt þrátt fyrir það að átta sig á því að það breyting og þróun í tungumáli og ekki stundum sagt að allt sé að fara að fjandans til og það var sagt líka fyrir 50 árum, sko? Sko, þetta var nú sagt bara fyrir einhverjum 1000 ára, sko. Já, það til ritaðar heimildir þar sem að menn kvarta yfir ungdómnum, allt sé að fara að fjandans til og heimur versnandi fer og allt það. Og ég held að það mun nú alltaf loða við okkur, sko. En jú, ég meina tungumáli þróast eins og annað. En það samt full ástæða til þess að vera á varðbergi því að þetta svo örþróun í dag varðandi tölvuvæðingu og erlend áhrif, ljósvakamiðlar og annað. Þannig að ég held að, jú, á meðan við þurfum auðvitað bara að setja okkur við það að tungumálið þróast, að þá verðum við samt að vera á tánum. Sko, börn, 6, 7, 8, 9 ára, þau tala bara góðan grunn í ensku. Já. Ha? Já. Nota náttúrulega gríðarlega mikið eða mörg ensk orð í sínu tali. Já. Og það þá gegnum tölvur og slíkt tæki. Og það svo sem jákvætt, má segja, að ég held að börnin okkar séu góð í ensku. Ég reyndar hef heyrt enskukennara tala að sko, það sé nú ekki allt sem sýnist í þessu. Að þegar fer að reyna á málnotkunna að þá komi nú í ljós að þau kannski kunni ekki eins mikið fyrir sér eins og kannski mann finnst í fljótu bragði. Nei. En þau skilja mikið. Já. Og það eru klárlega þessi áhrif frá fjölmiðlum og sjónvarpi og það gott. Já, þau kannski hafa ekki orðaforðan en þau gera sig skiljanleg. Já, gera sig skiljanleg og það þetta bara jákvætt. Já. En sko eins og þú segir, íslenskan þér hugfólkin og þú hefur gert meira heldur en bara að vera við kennslu, þú hefur verið að finna upp annað, skrifa þetta, búa til efni sem á að fjalla, ekkert á að, heldur fjallar menningu og fleira. Já. Til þess að glæða áhugann. Já, nákvæmlega.
það akkurat það sem að ég að reyna, sko. Ég nú stundu verið að velta þessu fyrir mér hvaðan þetta kemur eiginlega, þetta bras allt og þetta brölt í kennslunni að vera alltaf einhvern veginn að reyna að þróa og finna nýja leiðir og svona. Og þegar ég horfði tilbaka þá var ég alltaf í þessu sem gutti. Ég sko heima í Kristnesi að ég var að standa fyrir hjólreiðakeppni fyrir yngri krakka og var með fótboltamót og það var alltaf einhver svona sköpun í gangi, alltaf að finna eitthvað upp og standa fyrir einhverju. Og þaðan held ég þetta komið svolítið, en eftir að ég var kennari að þá bara fljótlega fór ég að sjá að ég var ungur og kraftmikill eins og kennari eru þegar komin úr námi. Og ég var svolítið leiður á þessu svona stofnanakennda skólastarfi, að sitja alltaf við borðið og vera með bækur og þannig að ég lagðist í smá hugmyndavinnu og afraksturinn eru 2 skólaþróunarverkefni sem ég hef verið að vinna síðustu ár. Það leitin að Grendargralinu sem ratleikur fyrir nemendur unglingastigi hér í Grunnskólum Akureyrar sem kemur meira inn á samfélagsgreinarnar og svo Giljaskólaleiðin sem að tæklar íslenskuna. Tekur langan tíma að skýra þetta út fyrir okkur? Já, ef ég ætti að fara djúpt í þetta en ég get komið með örstutt útgáfuna, sko. Komdu með Grendargralið. Já, sko. Og fyrsta lagi, sko, merkingu orðsins gral. Já, gral náttúrulega komið úr komið frá enska orðinu grail sem ég reyndar að held sé nú uppalega komið úr latínu en orðið viðurkennt sem íslenskt orð, gral, ýmist í hvorugkynni eða karlkynni, gralið eða gralinn og þetta ákveðin svona tilvísun í þessa þjóðsögu, leitin að hinnu heilaga grali Krists nema þetta Grendargral og þetta samsett orð og krakkarnir eru semst að leita að bikar hér í heimabyggð með því að leysa hinar og þessar þrautir sem tengjast sögu og menningu heimabyggðar og sá sem finnur Grendargrali, hann stendur uppi sem sigurvegari og þetta 10 vikna ferli, þetta tekur 10 vikur. Maður hefur séð þetta hér í bæjarblöðum að það voru alltaf skýringar og leiðbeiningar og svona mönnum var ýtt áfram. Já, og svona það sem þú ert að vísi í blöðunum og það kemur reyndar aðeins seinna sko því að þetta byrjar sem þessi ratleikur en svo fór ég að þróa þetta aðeins og víkka þetta út. Þannig að í dag ég með svona lítið sprota fyrirtæki heima af eldhúsborði sem heitir Grendargralið og nú leitin að Grendargralinu orðin svona hluti af því. En svo ég í bókaútgáfu og ég að skrifa eins og þú stendur nefna. Ég að skrifa líka í blöð, greinar, sögu og menningu heimabyggðar og svona að reyna að gera þetta á einhvern aðgengilegan hátt fyrir lesendur. Hvernig hafa börn og unglingar tekið þessu eins og með leitina og þess aftur? Sko, þessa ratleiki. Það náttúrulega kannski ekki, ég alveg rétti aðeins til að svara en það þyrftu kannski einhverju fleira að svara líka. Mér finnst það að hafa tekið þessu mjög vel. Já. Og sko ég byrjaði haustið 2008 og það var svona ákveðin prófraun og það gekk upp. Það var nægur áhugi strax þá til þess að halda áfram með þetta. Og þetta hefur núna verið í boði sem valgrein og þar þetta bara framboð eftirspurn og hvað krakkarnir vilja og þau hafa alltaf valið þetta. Ég hef alltaf náð í hóp til þess að taka þátt. Já. Þannig að og þeir sem taka þátt, þeir eru flestir mjög ánægðir með þetta. Af því að þetta sko, þarna eru þau að fara á vettvang, þau eru að fara á slóðir drauga, slóðir morðingja hér í heimabyggð. Í staðinn fyrir að sitja kannski inn í stofu og lesa þetta í bók sem þau ger ekki einu sinni vegna þess að... Sem þau myndi ekki gera? Nei, sem þau ger ekki, bæði vegna þess að þau kannski, mörg nenna ekki eða sjá ekki einhvern veginn tilgangin í því. Og svo líka bara ekkert námsefni til sögu heimabyggðar, eða afskaplega takmarka. Og það var líka svolítið drifkraftin á sínu tíma, mér fannst það vanta hjá þeim að þau vissu ýmislegt út í heimi en atburðir hér í nágrenninu fullt af spennandi atburðum í sögunni hér sem þau hafðu aldrei heyrt um. Það hlýtur að vera skemmtilegt, þetta skemmtileg hugmynd. Það raga þau af stað, segja sögur af skrýtnu og merkilegu fólki eða ómerkilegu, hvernig sem það er. Já. Og það leiðir þau áfram í eitthvað svona skemmtilegt. Já, það það og
þó ég segi sjálfur frá, þá bara var ég mjög lengi að þróa þetta fyrstu 2-3 árin og meðan ég var að búa til þrautirnar. Ég lagðist í mikla rannsóknarvinnu og ég fullyrði það að í sumum þessum þrautum eru hlutir sem að hafa aldrei komið fyrir augu almennings vegna þess að ég var að finna þetta á erlendum síðum, eitthvað sem tengist hér heimabyggðin okkar. Já. Þannig að það er margt mjög spennandi og oft hefur þetta með tengingu við veröldina, eitthvað sem er að gerast kannski í Hollywood eða í bíómyndum eða sem að þau hafa oft áhuga á. Já. En skóla yfirvöld, hvernig hafa þau tekið þessu? Þau hafa tekið þessu mjög vel. Er þetta komið inn sem valgrein eða eitthvað slíkt? Já, þetta er komið. Og all land? Nei. Bara hér á Akureyri. Já. Og en ég hef alveg fengið fyrirspurnir frá kennurum úr öðrum bæjarfélögum sem að hafa eitthvað heyrt að þessu og sýnt áhuga hvort að þeir hafi leyfi mitt til þess að þróa þetta þar og jú, ég hef sagt að það væri bara þetta besta. Já, þá hafa þeir gripið hugmyndina og fært hana yfir til sín. Já, þeir hafa gripið hugmyndina en ég hef ekki ennþá séð þetta útfært, þannig að ég veit ekki til þess að hafi verið gert annars staðar, en þeir hafa sýnt hugmyndina áhuga. Já. En þetta varðandi skólan, hitt stóra verkefni sem varst með, Giljaskóla, hvað kallar leiðin? Já, Giljaskóla leiðin. Já, það er sem sagt meira á íslenskunni, af því að svona í seinni ár þá hef ég kannski meira farið að kenna íslensku heldur en ég gerði fyrst. Og það var svolítið svipað þar, og þar fannst mér vanta svona, meira eitthvað svona merkingarbært nám. Með fullri virðingu fyrir öllu þessu sem við höfum verið að kenna í gegnum tíðina, sem við þurfum að halda áfram að kenna, staðreyndir og málfræði og allt þetta. En svona í þessu nútíma samfélagi þá fannst mér vanta meira þjálfun í að koma sér á framfæri, koma rödd sinni á framfæri, bæði í rituðu máli og í framsögn. Þannig að áherslurnar þarna eru framsögn, ritun og lestur. Sem að náttúrulega við vitum öll að er atriði sem við þurfum að hlúa vel að. Já. Og ég hef verið að fá krakkarna til þess að skrifa greinar og ég hef verið að fá þetta birt á opinberum vettvangi, í blöðum hérna á Akureyri, fréttamiðlum. Og það er svona einbirtingamynd þessara Giljaskóla. Hvernig þykir þeim þetta, unga fólki? Þeim fannst þetta afskaplega skrítið til að byrja með, fyrstu kannski 2 árin. Og voru mjög hrædd við þetta og almenningur fyrst eftir að greinarnar eru að fóra að birtast að þá var almenningur svolítið skeptískur, trúði því ekki að þau væri að gera þetta krakkar niður í kannski 8. og 9. bekk og en nú nokkrum árum seinna þá bara finnst þeim þetta hinn eðlilegasti hlutur. Ég sá svolítið af þessu þessu efni þínu og þar eru bara ungir fallegi krakkar standa í pontu og að tala og... Já, þetta geta þau. Já, ég efast ekki það. En er þetta ekki bara, þrátt fyrir það, Brynjar, er þetta ekki efni eða viðfang sem að hefði átt að vera búið að vinna með í bara áratugi? Jú, auðvitað. Á ekki að byrja bara strax bara upphæfi skóla og láta börn standa upp og tjá sig og segja frá og þess áttar? Jú, ekki spurning. En og auðvitað hafa menn eitthvað verið að gera þetta, Við skulum ekki gleyma því að ég er ekkert að finna upp hjólið, en bara mín reynsla í kennslu núna í 15-16 ára er svo að það hafi ekki allavega þann tíma verið mikil áhersla lögð á þetta. Og ég segi fyrir mig þegar ég var í grunnskóla að þetta var í mýflugu mynd, Og maður sem fagnaði því alveg þannig þá, af því að mann fannst þetta erfitt. Það þurfi að standa upp og tala. Já, en ég hefði gjarnan viljað samt taka þetta svolítið út þá. Því að það er ekki fyrir núna kannski eftir ég er orðinn hálffullan sem að ég fer svona að þora að brjótast sjálfur út úr skilinni og þegar ég fer að kenna að koma svona fram eins og koma hérna í viðtal til þín, Ég hef ekki gert það fyrir 15 árum síðan, Nei. En... tími líður svo hratt, það er svo gaman að spjalla. Það sem að þú komst með finnst mér líka mjög áhugavert. Hér er bók sem heitir Í fjarlægð. Saga berklasjúklinga á Kristneshæli. Og svo lífið á Kristneshæli, eða í Kristnesþorpi, frá uppvexti til blómaskeiðs og tilvistarkreppu. Þetta er þú búin að skrifa. Já, þú áttir heima í Kristnesi? Ég átti heima í Kristnesi.
Ég ólst þar upp og bjóð þar alveg, já, fram til tvítugt held ég. Vann þarna á sumrin í einhver 14-15 ár held ég. Við hvað? Garðyrkju. Já. Og hérna, og móðir mín býr nú þarna enn í dag, þannig ég er svo sem alveg með annan fótinn. Sko, mér þykir afskaplega vænt þennan stað. Þetta var yndislegur staður að alast upp á 8. og 9. áratugum. Ég trúi því. Já. Og hérna, það nú reyndar orðin einhver 16-17 ár síðan að þessi hugmynd kom að skrifa þessa sögu Berklana. Og við bræður, Rósberg bróðir minn, var með mér í þessu til að byrja með og þegar við keyrðum landið og söfnuðum upplýsingum og tókum viðtöl við fyrirverandi berklasjúklinga. Og svo bara tók þetta sinn tíma, ég meina ég var í þessu í fullu starfi en nú loksins þetta komið út á 90 ára afmæli hælisins. Og hvernig móttökur? Móttökur mjög góðar. Já. Já. En ég hef lítið kapital, ég einyrki heima í eldhúsinu og þetta lítið bókafall og ég hef ekki peninga til að auglýsa þetta mikið og ég veit að það eru margir sem vita bara ekkert að þessu. Nú auglýsið þetta. Já, nákvæmlega, takk fyrir það. Ég náttúrulega hef ekki séð þetta fyrir núna. Nei. Var aðeins að glugga í þetta, en málið það bara að mér þykir þetta sko, þetta mjög áhugavert, þrátt fyrir þetta sem átti sér stað sko, þar að segja þessi miklu veikindi og þessi sjúkdómur sem að fólk fékk sko. Já. En þegar þú ert gutti og ert þarna inn frá, að það eru sjúklingar ennþá þar, berklasjúklingar. Já. Það eru sjúklingar sem bara döguðu þarna uppi sko. Og ég veit fólk sem var þarna 30-40 ár á hælinu sem mann finnst alveg ótrúlegt að hugsa til. Já. Og mjög algengt að fólk væri þarna í mörg ár. En það voru berklasjúklingar. En var það þá eftir bata eða bjóð þá fólk bara áfram? Já, það einhvern veginn bara fékk að vera þarna áfram. Það voru komnar vinnustofur þannig að fólk gat unnið létt störf, afla sér smávegis tekna og hérna þannig að en þetta auðvitað merkileg saga og eiginlega furðulegt að skuli enginn hafa sett hana saman eða skrifa hana og skráða hana fyrir en núna. En þið bræður segirðu, þið fóruð landið og töluðu við fólk sem var þarna? Já. Sem hafi þá fengið bata væntanlega? Já, sem fekk bata og hérna það var nú mest á þessum árum kannski 2000 til 2002-2003 eitthvað svoleiðis. Þannig að þetta fólk nú fallið frá svona mestu leyti. En við hittum örugglega yfir 23-24 held ég einstaklinga sem höfðu ýmist verið þarna sem sjúklingar eða starfsmenn. Alveg frá 27 þegar hælið var vígt. 1927? Já, og til 1960. Og það byggt sérstaklega fyrir þessa starfsemi? Já. Ástandið var bara mjög slæmt og Vífilsstaðir önnuðu þessu enga veginn. Nei. Það var mikið það að fólk færi hérna á norðan og að einhverjum ástæðum lögðust berklarnir sérstaklega mikið á Norðlendinga eða svona vissum svæðum. Á hvaða svæðum? Hérna fram í Eyjafirði, innum forna Saurbæjarhreppi, það var mjög slæmt ástandið þar. Húsavík og víðar. Já. Og þetta bara gekk ekkert að vera eins og samgöngur voru á þessum árum að flytja þetta fólk fárveikt á Vífilsstað. Það sumt bara þoldi það ekkert. Hvernig veikindi voru þetta? Hvað gerðist? Hvað gerist í líkamanum þegar þetta? Þetta bara svona, við getum hugsað þetta sem svona, þó ég sé náttúrulega ekki sérfræðingur í sjálfum sko veikindunum, en þetta eru svona litlir skæruliðar sem að herja á lungun. Þetta voru mest lungnaberklar, þeir voru langalgengastir og bara, hann stundum talað berklar sem tæringu, menn tærðust upp. Þetta voru sár í lungunum sem gréru ekki og smám saman bara dróðu fólk til dauða. Kostuðu blóði og þess aftur? Já, kostuðu blóði og berklarnir gátu farið í beinin líka og í höfuðið en lungnaberklar voru algengastir. Hver var lækningin? Það var svo sem engin lækning. Fyrr en kannski bara svona upp úr, kringu 1947-48 eitthvað svoleiðis, þá fara lyfin að koma sem að drepa þetta svolítið niður. Fram að því var engin lækning. Það var loftbrjóst, það var algengast. Þá var dælt lofti hérna inn í brjóstkassan til að þrýsta á lunga þannig að það félli saman. Þá fékk það hvíld til þess að sárið í lunganum fékk hvíld til þess að gróa. Og þess vegna þurfti að gera þetta reglulega.
En stundum dugði það ekki til og þá þurfti hreinlega bara að fjarlæga rif, allt upp undir 9 rif. Úr síðu fólks? Já, til þess að lunga félli sama til frambúðar. En sko það skilaði stundum árangri, fólk lifið af sem það hefði annars ekki gert, það hefði ekki farið í högninguna. Já, og maður heyrði það maður heyrði það sko, það var talað að fólk hafi verið höggvið. Já, það þessi aðgerð þegar fjarlægja rifin. Já. Og lýsingarnar eru alveg ótrúlegar sumar hverjar, fólk var sko deyft, það var ekki svæft, þannig að það var vakandi á meðan á þessu stóð. Þannig að það heyrði þegar að beinin voru brotin í sundur og kannski í verstu tilfellunum að þá tókst deyfingin ekki almennilega, þannig að það var, já, mikill sársauki sem gat fylgt þessu. Þetta hlýtur að hafa verið agalegu tími. Já, og ekki lengra síðan. Nei. Sko. Hvað var þetta margt fólk sem að fór þarna í gegn? Sko, þessi tími sem að ég að fjalla sem að ég kalla nú gjarnan berklatíma frá 27 til 60 þegar að aðrir sjúklingar fara að koma inn, aðrir en berklasjúklingar, þá eru 2088 sjúklingar sem að koma inn á hælið. Koma inn á hælið? Inn á hælið, já. Það dóu svo margir? Já, það dóu, ég held að hafi eitthvað hátt í 400 af þeim látist. Og fólk á öllum aldri, þetta fór í börn líka? Já, og ekki síður. Það er nefnilega svo fullt með það að berklarnir eiginlega lögðust verr á ungt fólk. Já. Þannig að það var fólk á öllum aldri sem að fekk berkla og öllum aldri sem að dó. Og eins og þú segir, þetta er náttúrulega langur tími, þá hefur fólk væntanlega þurft að dvelja þarna lengi. Þetta hlýtur að hafa verið bara svona sérstakt samfélag, bara eins og lítið sveitaþorp eða bæir, með öllu. Já. Ást og hamingju og óhamingju. Bara allur skalinn held ég sko og það er svolítið þessi mynd sem blasir við mann þegar maður er búinn að grúska svona mikið í þessu að þetta varð bara heimili fólks og þetta varð bara heimur fólksins. Það var bara þetta bákn sem að hælið var, lóðin þarna í kring og ekkert meir. Sumir höfðu leyfi til þess að fara og heimsækja ættingja, voru ekki það illa haldnir að þeir máttu fara í bæinn kannski, en margir hverjir voru bara það veikir að þeir komust ekkert. Fóru aldrei út af þessum stað? Nei. Bara fyrir þeir voru bara bornir í kistu? Já, nákvæmlega. Já. Var þetta sko, smitaðist þetta, hvernig er með starfsfólk og annað? Voru bólusetningar komnar þá fljótlega, hvernig var þetta? Nei, ekki þarna einhvern tíma til að byrja með, en það einhvern veginn bara virðist vera eins og fólk, sko þetta voru margir mjög hrættir við þetta og forðuðust það að koma þarna fram eftir og hitta ættingja sína. Aðrir bara kannski tóku slaginn og það var auðvitað hægt að svona koma í veg fyrir eða minnka líkurnar á smiti. Lækninn hann Jónas Rafnar, hann bjó nú inn á hælinu með fjölskyldun sinni, konu og börnum og þau öll sluppu við smit að ég held. Þannig að einhvern veginn sko þrátt fyrir þessa miklu smithættu þá gat fólk líka einhvern veginn komist hjá því að það voru einhverja svona aðferðir. Sjúklingar þeir þurftu að hrækja í ákveðna hrákdalla, þeir voru meðvitaðir um það mátti ekki spýta á jörðina sko. Þannig að alltaf var þessi hætta til staðar en menn einhvern veginn létu það ekkert á sig fá. Svo hefur verið náttúrulega í gegnum sko, í heimsögunni verið reynt að útrýma berklum. Já. En þeir koma alltaf upp af og til. Þeir eru alltaf til staðar. Já. Og það er nú líklegt að berklarnir hafi verið alveg frá fyrstu tíð í einhverju mynd sko. En það er ekki fyrir svona kannski undir lok 19. aldar sem þetta fer að verða svona mikið vandamál. Og svo heyrir maður núna að það sé að, ég selna ekki dýrarinni keypti, en ég hef heyrt það frá lækni sem ég þekki að það sé nú nýtt afbrigði af berklum að þróast einhvers staðar út í hinu fjarlæga heimi. Já. Sem að lyfin í dag kannski ekkert auðvelt með að vinna á. Já, þetta er svona. Þannig að þetta er ennþá hætta sko, við erum ekkert búin að sigra þeirra. Er það þá einhverja vissa kringustæði sem að þá skapa þetta eða espa þetta upp einhvern veginn eða er það í svona slæmur aðbúnaður eða þess áttar eitthvað? Já,
já, það var eitt af því sem að menn töluðu og þegar að menn svona var að velta fyrir sér skýringunum á því af hverju þetta var sérstaklega slæmt þarna fram í firði, að þá var það eitt sem að menn nefndu að þar væri bara húsakostur slæmur, sko berklaveiran getur lifað mánuðum saman við ákveðnar aðstæður og í kulda og raka eins og var í torfbæjunum á þessum tíma að þá gat hún, svo ef að menn fór eitthvað að sópa moldargólfið að þá flyktist þetta upp og menn smittust, kannski löngu eftir að hérna veiran kom þarna inn í húsið sko. Já, en í lokinu, tíminn því miður bara lokin frá okkur, þetta er búið að vera gaman að fjalla þetta, en sko, er fólk sátt við að það sé verið að rifja þetta upp? Það finnst mér. Og hérna fólki sem við töluðum við sko, það voru allir boðnir og búnir að spjalla við okkur, en þetta var þeim erfitt. Og margir sögðu við okkur, já, við erum að segja ykkur þetta núna í fyrsta skipti, við höfum aldrei sagt neinum frá þessu áður. Þannig að þetta, já, fólk vildi segja þessa sögu, það vildi ekki koma til nafni, þetta stóð aldrei til, en hérna, já, ég held að fólk sé bara almennt ánægt með þetta framtak og þakklátt. Brynjar Karl Óttarsson, það var gaman að spjalla við þetta. Já, sömuleiðis. Þetta er mjög í rauninni sko áhugavert og þetta sé átakanlegt. Já. Ég þarf að taka mynd af þér. Já, það er svoleiðis, já. Já, þetta er höfundurinn. Kærar þakkir. Takk sömuleiðis.